Það hlýtur að teljast undarleg fyrirsögn að hugleiðingu, sérstaklega þeim boðskap sem ég hef að flytja hér í dag. Vel kunnugur af blöðum ritningarinnar, en fæstir út í þjóðfélaginu sem teljast til kristinna trúar gera sig grein fyrir því að þeir margir hverjir rembast eins og rjúpan við staurinn, að halda í mannasetningar og ýmsar kenningar sem eiga enga stoð í heilagri ritningu. Og þess vegna hef ég kosið að kalla þessa hugleiðingu þeir rembast eins og rjúpan við staurinn. Það er nefnilega, þetta er gamalt máltæki í íslensku máli, þar sem að hægt er að rekja minnst 200 ára aftur í tíman, þar sem þetta orðtæki eða máltæki er notað. Rjúpan er vinsælli fugl hér á landi sem verpir mörgum eggjum og menn elska þennan fugl. Hann er gæfur og þetta er fugl sem að kennir okkur svo marga lektíu ef við tökum eftir því hvað þessi fugl gerir og gefur af sér. En menn sumir hverjir komast að raunum það að það væri eitthvað hægt að flýta fyrir varpi eða auka varpi rjúpunar og fundu upp á því að reka niður staur og ýmist ofan í hreiður rjúpunar á meðleggjana eða alveg út í aðri hreiðusins. Og þess vegna töldu þeir að rjúpan, þegar hún var að reyna að losna við staurinn, fjarlægja þetta út úr hreiðrinu, væri að rembast við. Og það getur vel verið, ég er ekkert viss að þetta sé allt sem er rétt, þessar sögur og kenningar eða útskýringar á hegðun rjúpunar þegar að staurinn var þarna til staðar. En við bregðum upp hérna rjúpunni, fallegu fugl sem skiptir litum eftir árstíðum og verpir vel í hreiðru sitt og þarna er dæmi hreiður með staur sem vakti athygli mína. Því að þegar að þið heyrið þennan boðskap sem hér fer á eftir, vissulega getum við þá sannfærst að margir þeirra sem játa kristna trú, þeir rembast þess á rjúpan við staurinn að halda í erfikenningar, mannasetningar og boðskap sem á engan stoð í heilagri ritningu. Þið tilbúin? Það getur vel verið að sé einhverju hér inn að veggja boðanakirkjunnar í dag sem að þurfa á þess að halda, en ég held að þið þekkið þennan boðskap mjög vel. Og þess vegna er þetta endurtekning að mörgu leyti sem ég kem með fyrir ykkur. En það er þá fólkið, áheyrendur útvarpsboðunar út í þjóðfélaginu sem geta notið góðs af og hlotið blessun af ef þið taka mark á þessari framsetningu. Og við byrjum á því að vekja athygli á orðum Tómasar, lærisveins Jesú, þegar hann sagði við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hann var búinn að segja þeim, ég fer í burtu frá okkur. Hvernig getum við þá þekktu veginn? Og Jesús segir þá við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þá höfum við það alveg skýrt og spornort hér að það er aðeins ein leið til himins, til eilífs lífs. Það er í gegnum Jesú Krist. Og hann segist vera sannleikurinn. Hann segir satt. Og það ber að hafa í huga þegar við skoðum eitt og annað hér á eftir. Hann segist vera vegurinn. Það er engin annar leið til eilífs lífs en hann. Og svo segir hann að hann sé lífið, það er að segja eilíft líf. Öllum þeim til handa sem þiggja og hlýða og taka marka á boðskap hans. Við höldum áfram. Drottinn segir, ég flutti þá, það er að segja gyðinga, burt af Egyptalandi og leiddi þá inn í eyðimörkina og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín maður skal halda til þess að hann megi lifa. Takkið eftir áherslunni hérna. Þetta vegurinn
að taka mark á lögum Guðs ríkis, boðorðinu 10, til þess að maðurinn megi lifa, og hér flýti ég mér að bæta við og leggja áherslu á að boðorða hlýðni leiðir engan til hjálpræðis. Heldur munum við hafa í heiðri þessa stjórnarskrá Guðs ríkis sem boðorðin 10 eru, af því að við elskum frelsarann okkar, Jesú Krist. Því að það aðeins hans útal blóð og Golgata sem þær syndir okkar í burt. Og við höldum áfram og lesum, Drottinn segir, ég gaf þeim og hvíldadaga mína, að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra, til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, Drottinn, er sá sem helgar þá. Af hverju hvíldadagana? Þetta er sambandstákn milli Guðs fólks annars vegar og Guðs almáttugs og frelsaras okkar, Jesú Krist, hins vegar. Ef við ekki viljum hafa þetta sambandstákn í heiðri, erum við þá kristinn, og ef við enn síður sannkristinn, eins og sem við vilja hafa það. Og Ísraelsmenn voru mér mótsnúni, segir hann, þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum, þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa. Aftur er lögð áhersla á lífið, að lifa, og ekki bara hér á jörðu, heldur að lifa að eilífu. Og tókuð eftir því sem ég sagði. Þetta er ekki frelsunarleiðin eða meðalið okkur til synda fyrirgefningar eða hjálpræðis, dugnaður við að hafa boðorðin í heiðri. Heldur höfum við boðorðin í heiðri af því að við elskum frelsarar okkar. Ég vona að áheyrendum mínu taki eftir þessu mismunandi áherslum. Því að oft erum við ákærð fyrir það að segja að fyrir ykkur lög og reglur getum við frelsast. Aldrei. Það er aðeins útelt blóð frelsaras og Golgata til að þvo burtu öllum syndasóra í lífi okkar sem leiði til eilífs lífs. En þá munum við hafa boðorðin í heiðri og elska að hlýða frelsarunum okkar. Og þessi áhersla á hvíldadagana líka leið og hann að tala lög himmisins. Takið bara eftir því. Svo að, hvað hefur Drottinn að segja meira? Hann segir frá Esekíel 20. kaflana, þá sór ég þeim í eyðimörkinni að ég skyldi ekki leiða þá inn í landið. Það er að segja fyrirheitna landið sem ég hafi gefið þeim og flýtur í mjólk og hunangi. Það er prýði meðal landana. Af því að þeir höfnuðu lögum mínum og breyttu ekki eftir boðorðum mínum og vanhelguðu hvíldadaga mína, því að hjarta þeirra eitt er skurðbót þeirra. En ég kenndi brjóstum þá, meiri svo að ég vildi tortíma þeim og gjörði því ekki út á við þá í eyðimörkinni. Miskunn Guðs skíni gegnum öll hans orð og boðskap og meðhöndlun á okkur syndurunum, allt í gegnum sögur biblíunar og frásagnirnar af hvernig fólk Guðs brást við. Og leyfiði mér að minna á leksíuna af rjúpunni og staurnum í hreiðri hennar. Menn halda áfram enn í dag, eins og rjúpan er sögð, rembast við staurinn, að halda í erfikenningar og mannasetningar frekar en að hlýða Guði. Svo er sagt enn meira í 20. kaflanum í Esekíel, og ég sagði við sonu þeirra, takið nú eftir, þetta er ný kynslóð. Ég sagði við sonu þeirra í eyðimörkinni, breytið ekki eftir siðvenju feðra yðar og haldið eigi lög þeirra og saurgið yður ekki á skurðbúða þeirra. Það líkir þessari óhlýðinni við skurðbúðadýrkun. Það stendur hérna svart á hvítu. Ég er Drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lögum mín og breytið eftir þeim og haldið helga hvíldadaga mína. Þetta kemur hvað eftir annað? Er þetta að segja, þetta skýrar?
að þeir séu sambandstákn milli mín og yðar, segir hann, til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Þeir sem að hlýða ekki þessum boðorðum, þeir sem vilja ekki hafa þau í heiðri, þeir sem koma með mannasetningar inn á meðal þessara megin reglna himinsins í staði fyrir leiðbeiningar Guðs, geta þeir kallast Kristi fólk, geta þeir átt von á því að fá ykkur verðlaun sem kallast náð og miskunn Guðs eða eilíft líf fyrir óhlýðni og kenna eitthvað í staðinn sem hann kallar skurðgoðadýrkun, að innleiða annað í staði fyrir Guðs lög. Og við möttum að sjá hvað menn gera í allt í nafni kristninnar þegar það hefur ekkert með kristni að gera. Áfram í 20. kafla Esekiel segir, en synirnir voru með mótsnúnir. Þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og héldu ekki lög mín, svo þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að hann megi lifa. Hvíldardaga mína vanhelguðu þeir. Þetta endurtekið margoft. Og svo förum við áfram í sama kafla, þá sór ég þeim. Nú þetta þessi nýja kynslóð í eyðimörkinni, að ég skyldi tvístra þeim meðal þjóðana og dreifa þeim út löndin af því að þeir héldu ekki lögum mín og höfnuðu boðorðum mínum og vanhelguðu hvíldardaga mína og höfðu ekki augun af skurðgoðum feðra sinna. Hverfum yfir í Daníels bók. Þar segir frá þessari óhlýðni hvernig hún gerist undir merkjum trúar og kristni. Þetta spádómur í Daníel 7. kafla 25. vers, þar sem Guð að tala einhvern sem að segir vera hann. Þetta mannlegt vald, veraldlegt vald, trúalegt vald. Mun mæla orð gegn hinum hæsta, kúa hina heilu hins hæsta og hafi í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Sjáu þið hvað að gerast í kristninni? Guð sá þetta allt fyrir og lét þjón sinn, þann trúa og dygga Daníel, skrifa þetta fyrir síðari kynslóðu til að átta sig á að lögum Guðs, boðorðum Guðs og alveg sérstaklega sambandstákni Guðs, hvíldardeginum. Þessu þið breytt á meðal manna, allt í nafni trúar. Við skoðum nánar meira. Það kirkja, sem við köllum ívist páfakirkja, páfavald eða kaþólsk kirkja. Og ég vil ekki áherslu á það sem að þrátt fyrir það sem á eftir kemur hér, að ég hefi kynnst mörgum yndislegum þegnum Guðs sem vissi ekki betur og tilheyra kaþólsku kirkjunni. Og meðal þeirra sem hafa áttað sig á sannleikanum þegar þeir fá að heyra hann, eru eftirvill umfram alla aðra hópa reiðubúnir að meðtaka sannleikann. Ég að tala almúgan. Þetta fólk sem veit ekki betur, hefur ekki verið frætt betur eða meir það sem satt og rétt frá orði Guðs. Og þar það að Guð mun krefjast þess af leiðbeinendur þeirra, prestur þeirra og kennimönnum sem kenna fólkinu að það sé allt í lagi að fara eftir mannasetningum og mannaboðorðum. En hérna hef ég tekið orðrétt eftir því sem að leiðbeinendur í kirkju páfans hafa birt, ég með þetta alveg upp á blaðsíðu tilvitnun, þar sem segir, það verið að tala mótmælendur, þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga, en hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá 7. deginum til þess 1. En hver gerði breytinguna? Sjáu þið þetta trúalega dramb eða stolt manna, allt í nafni trúar, meira sig í nafni Guðs, en ekki. Þá dirfast þeir að segja við mótmælendur, við erum mótmælendur, að margir á meðal mótmælenda, þeir hafa tekið þátt í því að breyta lögum Guðs og boða breytt lög Guðs.
og þeir dirfast að segja með stolti, hver gerði þessa breytingu? Þið gerðu hann ekki, við gerðum hana. Í raun og veru það sem að talsmaður páfavaldsins að segja hér, og ég mun sýna ykkur fram á það hér. Áfram vitnað í þessa tilvitnun. Hver hafði vald og mynduleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að 7. dagur vikunar skyldi vera hvíldardagur. Hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að 1. dag vikunar beri að halda helgan? Ég hef erfitt með að skilja hvernig þið, það að segja mótmælendur, farið að því að svara slíkri spurningu. Sjáu þið drambið, sjáu þið hrokan í trúalegri kenningu sem menn voga sér að nota gagnvart mótmælendum sem mótmælti í nafni Lúthersforðum fyrir 500 árum, ýmsum kenningum viðkomandi kirkju og voru reiðubúnir að fórna lífið sínu fyrir sannleikann, en þeim tókst ekki að koma með alla sannleikann og þeim vorkunn. Því að þetta var í mikilli fáfræði gegn ofur eldi manna sem ógnaði trúföstum í mörgum löndum og milljónir létu lífið fyrir trú sína og staðfestu að halda sig við orð Guðs. Og svo segir þetta vald. Hver breytti þessu? Hver breytti? Þeir halda áfram og nú tilvitnuninni áfram haldið. Þið, mótmælendur, haldið þér fram að í trúarefni fylgi þið Biblíunni og henni einni, en samt lítis virðið þið algjörlega orð Biblíunnar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardagsboðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleik? Sjáu þið áhersluna aftur og aftur á þetta. Hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því 4? Ef þið væru samkvæmur ykkar eigin játningu, myndu þið, það að segja mótmælendur, fylgja Biblíunni. Og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á 4. boðorðinu. Tilvitnunin enda þarna. Það finnst engin breyting í Biblíunni á þessum boðorðum Guðs. Engum þeirra. Það var Konstantín keisari Rómverja sem árið 321 eftir Krist fyrirskipaði að leggja niður 7. dag vikunar laugardaginn sem hvíldardag og þaðan í frá skyldu allir þegnar hans hafa í heiðursdag sóldýrkenda. 1. dag vikunar sunnudaginn í staðinn. Síðan tók kaþólska kirkjan ákvörðun það árið 336 eftir Krist, 5 ára seinna sem sagt, að dagur sóldýrkenda skyldi heiðri hafður í stað hins biblíulega hvíldardags laugadagsins. Keisarinn var sóldýrkendi og snerist til kristinna trúar að nafninu til. Hann var ekki meiri fylgjandi Kristi svo að hann dirfðist að breyta stjórnarskrá himnaríkis sem okkur hefur verið gefið í boðorðunum 10. Og þess haldið áfram í dag í mjög mörgum ótöldum kristnum trúfélögum. Allt í nafni Biblíunar þegar þeir hafa engan stað fyrir því í heilari ritningu að það megi gera þessa breytingu. Það mannlegt vald, mannlegt trúalegt vald sem að hefur komið þessu til leiðar og þeir eru stoltir af því. Þeir rembast eins og rjúpan við staurinn. Að breyta, fjarlægja staurinn út úr hreiðrinu, að fjarlægja sannleikann. Þeir vilja bara hafa þetta sem þeir hafa fundið upp á, sem menn hafa fundið upp á. Dag sóldýrkenda í staði fyrir heilagt sambandstá drottins á meðal manna
hinn heilaga hvíldardag, 7. daginn. Ég hef tekið eftir því í minni löngu vegferð að boða sannleikann. Að ég heyri svo oft sagt meðal fólks, aðalatriðið bara að elska, vera sína kærleika. Hvaða máli skiptir þetta með lög? Ég heyri þetta aftur og aftur af vörum kristina þeirra sem játa kristna trú. Það eins og Jesús hafi heyrt þetta allt saman 2000 ára aftur í tíman þegar hann sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðar mín. Er þetta að hafa það skýrari þetta? Og svo bætir hann við, þér eruð vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Samkvæmt þessu mætti ætla að allur fjöldi hins kristna heims eða margur á meðal þeirra séu ekki raunverulegi vinir frelsaras. Hann sagði, þér eru vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Og hann býður okkur að hafa í heiðri þetta litla sýnisvond sem hann hefur gefið okkur boðorðin 10 í heiðri. Svo segir í síðustu orðum Biblíunnar, alveg rétt í lokin. Þar segir, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar, og hér auðvitað alveg örugglega áttu opinberunarbókina sem leggur áherslu á hlýðni við stjórnarskrá Guðs ríkis. En þetta á við alla Biblíuna. Að þeir sem heyra spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau, mun Guð á að leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók. Ég ætti að lesa 16. kaflan í opinberunarbókinni. Þar eru plágurnar taldar upp. Og taki burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessara, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Hér Drottinn að segja orðalaust, umbúðalaust fyrirgefði, umbúðalaust, að það fær enginn að ganga inn í dýrð himinsins á efsta degi sem hunsar fyrirmæli Drottins. Alveg sérstaklega boðorðin 10. Að ég tala ekki sambandstáknið. Við erum stolt af íslenska fánanum, fallegi litir og maður hrifst af þessu merki okkar fyrir frelsi og það sem við njótum hér á þessu landi, íslenski fánin. Þetta okkar sambandstákn. Drottinn gefur okkur annað sambandstákn líka, og það að hafa í heiðri sem helgan dag, 7. dag vikunar, laugardaginn. Sunnudagurinn tákn sóldýrkenda fráfall frá Guði, og það vilja menn frekar halda í og rembast við þess að rjúpa við staurinn, að halda í en ekki að losa sig við eða frá. Jesús segir í fjallræðinni, Mattheusar Guðspjalli, 5. kafla, ætlið ekki að ég sé komið til að afnema lögmálið eða spámennina, ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Hann einn hefur haldið í heiðri, gallalaust, boðorðin 10. Ég kom ekki til þess að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himin og jörð, sjáu þið hversu lengið á að vera í gildi, þar til himin og jörð líðundu lok, mun ekki einn smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu þess allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum eða boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Í 2. Mósebók í 31. kafla, þar segir þetta með táknið. Drottinn talaði við Móse og sagði, tala þú til Ísraels manna og seg, sannlega skuli þér halda mína hvíldardaga, því að það tákn milli mín og yðar. Frá kyni til kyns, svo að þér vitið að ég Drottinn, sá yður helgar. Haldið því hvíldardaginn, því að hann skal vera yður heilagur. Þetta tákn, sambandstákni,
Þetta á að vera okkur heilagt. Og að lokum, vinir, til þess að enginn geti með réttu gagnrýnt mig fyrir það að segja það að við frelsust fyrir það að halda einhverja reglur. Boðorðin eru til þess að kenna okkur að lifa góðu lífi og hollu, þar sem að allir læra að elska hvern annan og hvert annan. Þetta er afleiðing þess að meðtaka Jesú Kristinn í lífi okkar og hans blóð til að þvo syndir okkar. Þess vegna vitnum við hér í loka versið, það er í Efesus bréfi í 2. kapítul og 8. versi. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Sjáu þið? Það er trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, eins og til dæmis að hlýða einhverjum lögum og reglum. Það er ekki byggt á því. Heldur að það geti enginn miklast af þess að þetta er gjöf Guðs til okkar. Eigum við að hafa í heiðri fyrirmæli drottins? Getum við lært að elska Jesú Krist svo mikið að við hljótum að hafa ánægju af að halda hans meginreglur. Og þannig getum við búið okkur undir það að njóta þess að vera þegnar í eilífu dýrðaríki drottins. Og megi drottin koma fyrr heldur en seint. Því að við erum orðið þreytt á þessum heimi. Þetta er vondur heimur, gallaður og verður ekki betri með tímanum, heldur hrörnar og verður verri og verri. Bara þeir sem ekki eru trúaðir í hinum ýmsu löndum, margir þeirra að tala um það í fréttum, hafið þið tekið eftir því. Hvernig endar þetta allt saman? Þetta endar með ósköpum, segja þeir. En drottin segir, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum sem hefur meðtekið. Kom þú drottin, Jesús.